Komið nú sæl. Hér eru einhverjar breytingar. Við erum ekki hrifnir af því, konumennir. En kveikjarinn okkar er á sínu stað. Og skeiðklukkan líka, ekki? Hún meira sér gengur eins og alltaf. Hún alveg eins og klukka þessi skeiðklukka. En við ætlum að kveikja kerti á. Og okkur hefur verið farið nýkerti. Við kveikjum einu kerti á og þessu líka hér og svo lofið þarna drottin smá svo tilvera verði grá. Gengur illa að kveikja á þessu. Við kveikjum bara öðru kerti á. Það gengur nú betur með það. Gefið þeim bara tíma. Smá og þá verður bara tilveran ekkert grá. Aha. Eða þannig. En góðan dag, var ég búinn að bjóða góðan dag? Þá ger ég það bara aftur. Góðu dag. Og við erum hérna með fyrir framan okkur biblíur 2. Ekki það að við þurfum 2 biblíur. En það er alltaf að vera með 2, við viljum svona búa til eitthvað pínlítið skraut á borðinu með þeim, þá held ég við séum bara í nokkuð góðum málum. En orðið er það sem við viljum tjá okkur tala vera undir, að því við elskum orðið. Er það ekki annars? Elskum við ekki orðið? Ef þú ert kristinn manneskja, þá held ég að þú svarar nú þessari spurningu játandi. Það verður óæðilegt ef kristinn manneskja leið elskar ekki orðið. Eins og einhverju sinni var sagt mig, þá var ég nú nýlegur í trúnni og að maður þyrfti nú ekki að vera alltaf í þessum. Og ég var svo neykslaður, ég var orðlaus. Maður var allavega búinn að sjá það mikið í kristinni trú, að maður var búinn að viðurkenna það, jú, víst verður maður alltaf að vera í þessu. Ef maður ætlar að geta þetta til enda, þá verður maður að vera alltaf í þessu. Og þetta er nú orðið allmörg ár síðan að þetta barst til mín og 30 árum seinna rúmum og þá er ég nú ennþá sannfærður þetta, að við verðum hreinlega að vera alltaf í trúnni. Meira, þú gerir aldrei of mikið að þið vera í henni, en það veit ég að ég get gert of lítið af því að vera í henni. Og það vil ég ekki að komi fyrir mig. Þú ræður hvernig þú hagar þínu lífi, en ég vil ekki að það komi fyrir mig. Og þess vegna reyni ég að gera einhvað í Jesú nafni á hverjum einasta degi og hefur mér tekið stað. Já, mér hefur tekið stað. Það er nú engin vitni að því svo sem nema bara Herran sjálfur. Og hann er alveg gilt vitni og alveg fullgilt vitni og alveg nægt vitni í sjálfu sér. Þannig að hann getur alveg staðfest þetta sem ég er að segja hér. Hvað með þig? Ég bið það bara, það sé sama upp á teningunum hjá þér að þú sért daglega með honum í verkum og í athöfnum og í orðum og öllu því. Já, þá erum við nú aldeilis á góðum stað og meira en það. Við erum á réttum stað. Stundum erum við bara aldeilis ekki á réttum stað. Og það hafi nú ekki gilt mig á sínu tíma þegar maður var að sulla í þessu áfengi. Þá var maður nú bara aldeilis ekkert á réttum stað. En hékk við þetta árum saman. Ekki gott. Þá var ég ekki á réttum stað. En í Kristi er ég aldeilis á réttum stað. Og hvort vill ég? Ég þekki þessar 2 hliðar. Ef ég horfið þangað, hvað sé ég? Bika svart myrkur. En núna er ég umlykinn birtu og bak og brjóst og ég segi, það er miklu betra að vera þar. Veit ekki hvort þú trúir þessu, en ef þú trúir þessu er það vegna þess að þú ert á sama stað og ég
og þekkir birtuna sem drottin hefur að bjóða. Og þú veist að hún er raunveruleg, eðlileg, ekta. Það er heilbrigt og ekta líf að lifa lífi í Jesú nafni. Og þetta veit ég að allir taka undir sem þekkja til, en ég veit líka að fjöldi manns þekkir ekki til. Og ég veit líka að fjöldi manns er að tjá sig það sem að veit ekkert um. Og það er auðvitað slæmt. En eitt af því sem að gerist, að þeim maður er maður, og þarna kemur til kasta okkar og ábyrður okkar, það er að segja frá Jesú, segja frá hinni liðinni sem er öll böðuð birtu. Það sem engir skuggar þrífast né fá leikið okkur. Allt er bara birtu. Og ég kann vel við það. Ég veit ekki með þig, ég þekki svo sem ekki þig, en þetta er það sem að ég lifi við í dag, býð við, og er ekkert að fara neitt þaðan okkur. Hvert á ég að fara? Ég hef allt sem ég þarna megin, línuna. Drottin dróð mig yfir þessa línu fyrir margt löngu og ég er þeim megin við línuna en þann dag í dag, í þessari birtu. Með sama drottni og ég kynntist þá, nákvæmlega sama. Góðum Guði sem að segist og stendur við það sem hann segist gera. Það er nú eitt af því sem við upplifum. Og það er vel skiljanlegt að hann standi við sín orð vegna þess að margir, og við sjálf oft, allt og oft, stöndum ekki við það sem við erum að segja. Það er ekki rétt. Hver hefur ekki upplifað það? Við getum öll rétt upp hendi núna. Við höfum upplifað það fyrir okkur sjálf og stundum hefur við verið fólkið sem stóðum ekki við okkar. Og ollum kannski einhverjum vandræðum einhver staðar, alveg svo gerðist í okkur þegar einhver lofaði sér og kom ekki og olli okkur líka smávegis vandræðum. Ekki heimsendir en smávegis vandræðum sem var að leysa úr, sem við áttum ekki vona á að þurfa að gera en þurftum að gera. Þetta er maðurinn, þetta er líf mannsins. Þetta er líf mannsins sem að virðir ekki aðra nema svona hálfgildings. En Drottinn vill aftur á móti koma inn í og gera þannig að þú virðir aðra algildis og farir svo að standa við það sem þú vilt að gefa fyrir þetta um. Þar eru við öll sek því að við höfum öll verið þeim megin línu að hafa ekki staðið allt sem við ætluðum okkur. Þannig að við höfum brugðist sjálfum okkur og kannski fólki í kring sem er verra, finnst mér. Auðvitað á maður ekki að bregða sjálfum sér. En við gerum þetta allt við stakkurju. Af einni ástæðu við erum veikleika vafið fólk. Og hvað þarf veikleika vafin manneskja að gera? Hún þarf að eiga þann að sem er haldreipi sem hægt er að halda í, sem klikkar ekki, sem bregst ekki. Hún þarf á því að halda, meira en allt annað. Og núna er ég að benda á hann sem er þetta allt saman, hann heitir Jesús. Og núna fussar þú og sveigjar, sveig mér þá ég heyriði það. En það er ógilt fuss og sveig vegna þess að það á ekki við þegar Jesús er hann að sveiga. Því hann er það sem að segist vera. Og ég staðfesti að hann er það sem að segist vera. Og hvað er hann? Guð, himins og jarðar. Og ekkert minnið það. Og það er nú aldeilis mikill valdsmaður sem er þetta. En Kristur er þetta. Hún var gefið þetta af föðurnum. Og hver er faðirinn? Hann skapaði himin og jörð. Og ég er afsprengi hans að sínu leyti. Já, að sínu leyti. Og hann fylgdi þessu manni eftir frá fæðingu. Og á vissum stað í hans lífi dró hann yfir línuna. Og þar er hann enn. Og á þeim stað með öllum hinum sem er að boða trú á hinn uppreisna Jesús. Þú sér hérna 2 biblíur. Það er alveg nóg að vera með eina. En þú sér hérna 2 biblíur
að því að þær eru náttúrulega til að lesa í og líka svona til þess að hafa smá skraut á borðinu. Þú sér að þetta fer nú allt saman ágætlega vel og kemur ágætlega vel út. En þó er ekki uppstillingin sem skiptir máli, þó hún vissulega skiptir máli og það vitum við. Heldur, hvað erum við að gera með þessa skræður sem að heitir Biblían? Ég les hana. Og þess vegna erum við að gera þennan þátt að við viljum hvetja menn og konur til þess að lesa orð Guðs. Og veiklast ekkert í lestrinum því að þá hver maður að gjöra. Bæði ég og þú. Og ég geri þetta og las meira að segja eitt kafla áður en ég kom hingað í morgunsárið. Það geri ég yfirleitt alltaf, ekki alltaf samt, og hef gert alveg frá því að ég fór fyrst að lesa í Biblíunni. Þegar ég frelsaðist á sínu tíma, þá átti ég enga Biblíu og einhverja vikur og eftir þá átti ég enga Biblíu og ekki Nýja testamenti. Þannig að það liðu einhverjar vikur frá því ég frelsast og þangað til ég fer á kaf ofan í orð Guðs og þannig gerði ég þetta. Það var ekki ég sem fekk mig til þess að gera þetta. Það var Drottinn sem skapaði þannig aðstæður mig að þetta var eina leiðin fyrir mig til þess að halda bara ró. Ég vissi ekkert hvað var að gera. Eina sem ég vissi að mér leið alveg hræðilega illa á þessum tíma. Og ég sá það fljótt þá að þegar ég fór að lesa í orði Guðs þá hvarf þessi vanlíðan og hvort ég sökti mér ekki orðið. Dögum saman þá las ég upp úr orði Guðs. Og ég held nú sjálfur að þessi vanlíðan, hún kom leið og ég hætti að lesa orðið. Og ég fór nú svona efast það hvort að þessi vanlíðan ætlaði bara að fylgja mér það sem eða hvort ég myndi nokkuð tíma losna við hana. Þetta voru einhverjir dagar en einhver að segja, þá man ég ekki hver margir dagarnir voru. En mér fannst þeir vera allt og margir. Kannski voru þeir ekkert svo margir, en ég í minningunni minnist að það hafa nú staðið í einhverja vikur. En kannski ég ekki alveg að muna rétt þarna. Og eina róin sem ég fekk var þegar ég var að lesa og svo kvöldin þegar ég ætlaði að fara að sofa. Leið og ég var lagstur upp í rúmið búin að draga við sængina, þá fór þessi vanlíðan og yfir kom friður og ég svaf alltaf alveg eins og unga barn á þessum tíma. Þetta voru skrýtnir tímar. En eftir að hyggja, hrikalega gagnlegir. Ég segi það að þessi dagar, eða vikur og hvað það var langur tími, ég maður það bara aldeilis ekki, mér fannst það samt allt og langur tími, að Drottinn í raun og veru fyllti hjarta mitt og orði sínu. Það var nú það. Þannig að ég veit alveg nákvæmlega hvað ég er að tala þegar ég hvet menn að orði Guðs með beinum hætti. Ég var að lesa fyrir mig, fyrir mitt hjarta og þú gerir það sama þegar þú ert að lesa upp úr orði Guðs að þá baukur þar sem að orðið fer í. Hvernig veit ég þetta? Ég er til að mynda einn af þeim sem er að kenna og predika, kenna orðið. Ég veit ekki hvort ég er kennar eða predika, mér er raun alveg saman það hvort ég er. Ég er allavega þarna megin og ég finn það svo oft þegar ég er að tala í Jesú nafni að orð skjótast upp úr þessum hyslum og reyndar áttaði ég mig ekki alveg á þessu strax af hverju, en svo rakti ég minninguna til þess tíma þar sem ég satt inn í herbygginu mínu undir kvistinum og las þessi lifandis óskum. Og ég sá, þetta er þaðan komið. Nú skil ég hvað Drottinn var að gera. Og ég sagði, hann var að fylla mig á orði. Þetta roki, örugglega í þínum augum.
en ekki mínum, þetta bara var svona. Þess vegna, ég varð reyndar strax maður orðsins, alveg strax, þó að ég á þeim tíma vissi ekkert orðið. Og ég ennþá maður orðsins og hvet menn og konu til þess að lesa orðið sjálft. Ég segi það, en náttúrulega sumir kannski get ekki lesið, ég veit það ekki, að það er best að lesa það upp úr bókinni, en kannski háttar til hjá sumum að þeir eiga erfitt með að lesa og þá náttúrulega þá bara hlusta þeir á orðið og ég verð að trúa því að það gerir sama gang. Ég veit allavega að Drottinn hefur leiðir með okkur alla, hvað sem er þessi leið eða einhver önnur leið, en hann hefur leið með okkur alla vegna þess að, og ég þarf ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og hef það ekki heldur, bara aldeilis ekki. Ég hef alveg nóg með mínar áhyggjur, þannig ég sé nú ekki að bera þína líka. Þetta ætlastu ekki til þess, held ég. En orðið er mitt, orðið er, ég er orðsins maður, alveg frá fyrsta degi trúargöngunar og ég er mjög stoltur með það. Og ég las eins og hestur lengi og ég veit af hverju í dag að ég gerði þetta, en ég vissi það ekki þá. Hver er staðan hjá þér núna akkurat í þessum töluðum orðum? Ert þú að gera einhvað sem veist ekki af hverju? Ég segi, láttu þið hafa það. Á sínu tíma mun Drottinn opinberaði þér það að það var hann sem var að vinna ákveðið verk með þig. Hann gerði það með mig. En nú útskýrði það ekki fyrir löngu setna, mörgum árum setna. Og allt í einu rann upp fyrir mig ljós og ég bara var harla glaður með sjálfa mig að hafa þó þraukað þetta, því þetta var mjög erfitt, því lofaði ég ykkur. Mjög erfitt. Ég leið ekki vel. En þessa 2 punkta hafði ég sem var svona það sem þetta leið hjá. Það var þegar ég var að lesa orðið og þegar ég var komin upp í rúm á kvöldin. Þannig ég svaf alltaf alveg svoleiðis svakalega flottum svefni og hvíldist alltaf alveg fullkomlega og eðlilega. Og Drottinn veit auðvitað að þetta er allt saman nauðsynlegt. Og annað sem ég lærði að hann hefur ráð með okkur öll til að ná sínu fram. Allt var þetta til góðs. Og eins er það með það sem að þú ert að læra núna og gangi gegnum, að þetta mun allt verða til góðs og þarna kemur að þætti reynslunar, hún má ekki þegja, hún þegir kannski allt of oft, hún þarf að bera þetta fram, sína reynslu, því að við verðum að trúa því að einhver þurfa að heyra þetta. Sem er kannski á þessu stað, er ekki alveg að botna í þessu af hverju, en Drottinn er með tilgang með allt. Hann vil etja reynslunni fram til þess að árétta sitt til uppörfunar honum og henni sem er að ganga í gegnum sama. Þannig við megum ekki þegja. Við verðum að segja, tala það sem við hefur reynt og komið með sigurinn í höfn, því að þá höfum við öðlast reynslu þegar sigurinn er komin í höfn. Ef við bökkuðum undan, þá fengum við aldrei sigurinn. En sumir héldu áfram og fengu sigurinn, það er fólki sem hefur frá einhver að segja. Og árum seinna, þegar opinberun er komin á þetta allt saman, þá getum við talað hana. Og hún er sannleikur. Uppörvar þennan og hinn, vegna þess að hann er í sömu stöðu. Hann er ekki að skilja kringumstæðu sína. En trúir því kannski, trúir því, segjum það, að Drottinn sé að gera eitthvað verk, en það er ekki distansið með neina guðsmynd á því, en hún kemur þó seinna. Kannski var ég ekki með nokkra einustu guðsmynd á því þegar ég var knúin til lesturs, en hún kom seinna, því lofa ég. Og ég veit alveg í dag hvað þarna var að vera, algjörlega upp á punkt og prik. Og ég hef notið blessunar af þessu verki sem ég gerði þá, þessu undirbúningsverki sem ég vissi ekkert en Guð vissi, að hann veit hvað hann ætlast til með okkur. Eða ekki rétt?
við kennum þetta og þetta er hárrétt kennsla. Við höfum að kenna rétta kennslu. Það er nóg af hinu. Það komið nóg af hinu, við skulum bara stoppa hana. Kennum rétta kennslu. Segjum frá reynslu okkar, segjum reynslusögu okkar í Jesú nafni og lærum af bókinni og vinnum upp úr henni og tölum af henni. Það er vinna að vera kristinn maður og það er náttúrulega eitthvað sem við öll vitum og gerum okkur grein fyrir, en kannski gleymum allt og oft. Kannski er það þannig. En tíminn líður á tækniöld. Vá, það kom 20 mínútur maður. Færði hérna mikrofónin. Ég veit ekki af hverju ég gerði það. Jú, það var vegna þess að hérna þegar ég með hann í þessari hæð að ljósið er hérna hinum eins, þú sér það náttúrulega, ekki? Þú sér það ekki. Það kemur skuggi af hérna fallega mikrofónunum mínum. Þess vegna er að með þarna, en það er eiginlega verra að hafa hann. Ef ég er að lesa, að þá, nei, það er ekkert verra að hafa hann. Það er að verra. Finnst þetta að verra? Ég held ekki. Ég held þessi nákvæmlega saman það. Já, við erum núna í Gamla testamentinu. Esra-bók. Ég vil lesa í henni aðeins. Það er sjá til. Sko lefa bara Guði að finna eitthvað fyrir okkur. Síðari krónikubók, Biblían, Gamla testamentið, Ester-bók. Ester, hún giftist konungi það ekki. Merkileg manneskja. Ester. Sjá. Haman. Afræður að deyða Mardakai. Haman, hann var einhver skurkur þarna á þessum tíma. Og hann komst í svona gerði, einhvern veginn komst að konunginum og svona voru að segja honum ýmislegt sem að kitlaði eyru hans og náði honum svolítið á sitt vald. Þetta var svona skurkur. Og hann kom ýmsar ábendingar til hans sem að konungur verður við og ein skipunin sem að konungur gaf og komið frá þessum Haman var að öllum gyðingum skildi eitt. Og það er ekki nýtt því að reynt sig að eyða þjóð Guðs. Og hver skildi nú hann vera sem að fer nú fram á það að þjóð Guðs sé eitt? Allir við vitum ekki hver hann er. Hann heitir Satan. Lúsifer. Honum sem var steypt af himnum til jarðarinnar. Lúsifer. Satan. Og Haman þessi sem sagt að hann kemst einhvern veginn í vindfengi við konunginn sem að þessi Ester var gift og hann gefur út tilskipun öllum gyðingum skuli eitt á þessum degi og þessi tilskipun hún var svo bara negld í stein, meitluð í stein að það var ekki hægt að taka hana tilbaka. Konungur gat ekki tekið hana tilbaka en þegar hann áttaði sig á því hvað hann var að gera að þá gaf hann út skipun aðra án þess að ógilda hina að gyðingar skildu grípa til varna. Þannig gat hann mætt þessu. Þannig að þegar átti að ganga til bóls og höfuð á þeim blessuðum að þá vörðu þessi. Féllu ábyggilega fullt af gyðingum þarna en þeir vörðu sig og sigruðu þessa baróttu. Þannig það var ekki án átaka, það var ekki án blóðs og fórna. Þannig að þessi skipun í alla staði var mjög alvarleg. Og það var honum þessum Haman að kenna. Og þegar að konungur kemst að því að þetta er maðurinn, að þá segir sagan og bókin, þú getur lesið þetta í Ester-bók, að hann var búinn að reisa gálga og þar ætlaði hann að hengja mann sem hún var illa við. Hún var illa við hann vegna þess að hann heilstóð honum aldrei. Það þarf nú ekki meira til oft heldur en þetta. Og konungur sem sagt
kveður sitt kvæði í kross og hann hengir þennan Haman í þessum gálga. Þennan skurk sem hann var og ekkert annað. Að þannig fór nú sjóferð þá og auðvitað gat ekki svo farið að þetta gæti gerst vegna þess að drottinn stendur vörðum sína þjóð, gyðinga. Við munum eftir því hvernig var farið með þá greiðin í heimsstyrjöldinni síðari. En þeir þjóð sem þjóð stóðu af sér. Eins og einhver aðeins sagði, þeir eru farnir en við erum hér enn. Þeir sem ofsáttuð á, við veitum hver það var, þeir eru farnir, þeir voru sigraðir, þeir voru eyddir, en þeir, gyðingarnir, urðu eftir. Og þeir eru fjölmennir í dag og eru með land sem heitir Ísrael. Þeir eru reyndar held í dreifðir allan heim held ég ennþá, en margir af þeim eru þar og mér skilst að gyðingar séu stöðugt að flytja til Ísraels enn þann dag í dag. Margir Íslendingar hafa nú komið til Ísraels en ég hef nú aldrei orðið svo frægur að koma þangað og kannski lætur maður eitthvað tíma verða að því, það er svona draumaferðin og gæti verið svona manns pílagrímsferð, svona innan gæsalappa, pílagrímsferð til Ísraels. Margir Íslendingar fara þangað bara vegna þess að þetta er þjóð Guðs. Hvað sem við segjum það? Og við elskum Ísraels menn vegna þess að Jesús er Ísraels maður. Hann fæddist þar. Foreldrar hans voru Ísraels menn. Þannig að við vitum alveg hvaðan hann kom og hvers vegna við leggjum elsku til Ísraels manna. Þarna fekk ég var nú ekki elskur að Ísraels mannum þegar ég var kommunisti, ég var einu sinni svona uppbyndið það. Og þeir eru nú ekki aldrei elskir að kristinni trú og ég var það ekki heldur. Ég var aldrei illa við Ísraelsmenn, kannski svo þér í dag, ég veit það ekki. Og ég man alltaf eftir því að drottinn byrjaði strax að tala þetta til mín að þarna væri ég algjörlega ótækur. Við vorum á stund, bara eina af mínum fyrstu stundum í kristna heiminum. Og ég hef svo sem oft sagt frá þessu áður og ég get alveg gert það einu sinni enn að það kemur vitnisburður frá fullorðinni konu. Góðri konu sem ég kynntist svo lítið en ekkert mikið en. Og hún þess að talar það að maður sem á til trú á Jesús og elskar Jesús getur ekki leið hata gyðinga. Hún talaði eitthvað í þeim dúr, ég man ekki hvort hún notaði orðið hatur. Og ég fann í hjarta mínum að drottinn var að tala í gegnum þessa gömlu konu. Og ég tók þetta beint til mín að því ég vissi náttúrulega alveg hvar ég hafði verið og var kannski sumpart enn. Og ég tók ákvörðun þá, og þarna sjáum við mátt ákvörðunarinnar sem að einstaklingu verður að taka. Og ég sagði það, frá og með þessu andartaki mun ég styðja Ísrael og ekki leggja neitt gegn þeim. Og þetta eru komið yfir 30 ár sem þetta var og staðin er ennþá þessi að ég er mjög dyggur Ísraels, stuðningsmaður Ísraels og skammast mín ekkert fyrir það og ég er mjög stoltur reyndar af því. Ég segi, Jesús kom frá Ísrael og þessi stóra gjöf sem heimurinn fékk er þaðan komin. Þannig að við kristnumennirnir okkur ber að styðja þessa þjóð og ég hygg nú reyndar að flestir geri það sem á annar borð þekkja til Jesús. Og ég geri það og hef gert það frá þessu andartaki sem ég tók ákvörðunin á. Þetta er máttur ákvörðunarinnar. Þú veist núna hvar þú stendur og ég hef alltaf stött Ísraelsmenn, ekkert endilega það að ég sé sammála öllu því sem þeir eru að gera, sem er allt annað mál, en ég styð þá. Er þó á móti einhverjum öðrum, það kemur þessu máli ekkert við. Ég styð Ísrael. Þannig við skulum ekkert vera neitt að rugla með þetta. En þú auðvitað gerir það sem þú vilt, en ég er bara að benda þér á hvaða leið ég fór í þessu.
vegna þess að ég virði mína trú. Og þú, eitt af því sem að skeður þegar þú ferð að virða þína trú, þú ferð að líka að virða ýmislegt annað í kringum hana. Til dæmis, þú styður núna Ísraels menn. Af því að þú gerir þér grein fyrir því að þaðan allt þetta komið sem þú ert hændur að í dag. Orð Guðs, það komið þaðan. Það er ekki rétt hjá mér. Móses og allir þessi kallar. Og Kristur sjálfur og Guðspjöllin. Þetta er allt komið þaðan. Og skildi ég ekki þurfa að virða þetta. Þaðan sem þetta er komið, ég geri það. Ísraelsmenn voru mennirnir sem að skrifuðu Guðspjöllin. Skrifuðu, Gamla testamentið. Ekki ég, ekki þú. Þeir gerðu það. Og skiluðu þessu til okkar. Og við erum að nota þetta gegnum okkar trú til þess að styrkja okkar trú. Og ég segi, trúin er nauðsynleg. Það er hún sem talar með þessum hætti og ekkert annað. Þannig að trúin þarf að vera með og virðing fyrir því hvaðan hún er komin. Hún er komin frá ákveðnu landi sem heitir Ísrael. Hvað sem þú segir það, þá er þetta nú samt svona. Ég var einu sinni á öðrum stað gagnvart þeim. En ég söglaði í hugsun og skoðun þetta andartak sem ég tók þessa ákvörðun á. Og þá var ég sem sagt stiginn inn til trúar. Bara fyrir nokkru vikum síðan. En samt talaði Guð til mín. Þessu óreinda manns. Þessum orðum. Og myndi hann á hvar hann hefði áður verið í afstöðu. Og hann söglaði og sagði ekki lengur. Nú snúum við þessu öllu saman við og það skeði og hefur haldist þar síðan. Máttur ákvörðurinnar er gríðarlegur. Mundu það. Þannig að þú þarft að taka ákvörðun. Það er það afl sem að ég þekki sem er hvað gagnlegast allar annar afla sem maður þekkir. Þú getur verið þar og ég get verið þar og ég hef verið þar. Kannski ekki alltaf. Stundum gengur mér illa að taka ákvörðun. En þegar ég tek hana, þá verður umsnúningur í hjartanu. Þetta er máttur ákvörðunarinnar og þetta er það sem Drottinn er að hvetja okkur til að stunda og vera undir. Mætti ákvörðunarinnar. Þá breytist eitthvað og breytist alveg hellingur, en ef þú ert ekki þar, þá ertu bara að reiki með þetta. Fíkur eins og bara þurra laufblaði hvert sem vindurinn blæs. Og það er engin staða hvort sem er fyrir mig að þig. Og að vera á þeim stað, vita að maður þurfi að taka einhverja ákvörðun, er í raun og veru hræðilegu staður. Mjög erfiðu staður. Við þurfum ekkert að vera á þessum erfiða stað. Leifum bara orðin að tala til okkar og leifum trúnni að koma að stað til að hjálpa okkur við eitt og annað sem við þurfum að hvort er að leysa. Já, ég tók ákvörðun það að styðja Ísrael og það hefur ekki farið frá mér. Þú mátt segja þetta hvað sem þú vilt, en þetta er ákvörðun sem ég tók og ég skammast mín ekki til hana. Bara aldrei ekki. Við skulum lesa, við erum komin í Markúsarguðspjall núna. Og við erum í 7. kafla Markúsarguðspjalls, 5. vers. Fariséarnir og fræðimennirnir spyrja hann: hvers vegna fylgja lærisveinar þínir ekki erfðaefnu forfeðrana, heldur neita matar með vanhelgum höndum? Jesús svaraði þeim: sannspár var Jesa ykkur hræsnarar, þar sem ritað er: þessi menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeir er langt frá mér. Til einski styrkaði mig, því að þeir kenna það eitt sem menn hafa samið, mannasetningar. Og hún ekki vel við það er. Samt er fullt af mannasetningum í kringum okkur, sem við jafnvel erum að fylgja
sem bara parti af Guðs orði. Þannig að við dæmum ekki þetta fólk. En við viljum læra af þeim og við segjum, við viljum ekki vera neinstaðar nema það sem orðið er beint kennt. Við getum það. Við höfum orðið. Þessin erum við með þennan þátt. Við erum að hvetja menn, mig og þig og okkur öll, í orðið, lesum sjálf orðið. Vegna þess að við getum það og megum það og ættum því að vilja það. Og ég veit að við viljum það. En kannski erum við allt og löt við það oft á tíðum, eða ekki? Er það ekki svona vandinn oft við þetta? Við erum bara hreinlega löt við þetta. Akkur erum við löt? Já, akkur erum við löt við sumt. Stundum þurfum við að hleypa í axlirnar og gera þessi verk sem við kannski nennum bara aldeilis ekki að gera. En allt í okkur segir við verðum að gera þetta og við gerum það loksins. Og sumir aga sig undir lesturinn og það er mjög gott. Það er hægt að mæla með því, agaðu undir lesturinn. Og taktu frá einhvern tíma, ef þú getur það, þegar þú getur það, og reyndu að standa hann. Það háttar þannig til hjá mér í dag, og hefur lendar lengi verið, að ég tek alltaf ákveðin tíma áður en ég geri neitt annað, þá lesi ég orðið. Og reyni þá að lesa minn kafla, en stundum sleppi ég honum, en les ekkert endilega 2 kafla næst, en bara les bara þá kaflan minn, þegar ég les. Og ég reyni nú að gera það allavega, ef ég sleppi einum degi, að þá geri ég það nú vanalega daginn eftir og kannski næstu daga. En það er svona allur gangur á því. Þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til eins ég dyrka þeir mig, því þeir kenna það eitt sem menn hafa samið. Þetta er alveg skelfileg lesning. En er það ekki oft þannig að við erum að kenna það sem menn hafa samið? Er það ekki? Þannig að þetta er allt í gangi. Þessna höfum við orðið og það mun alltaf rétta sig af. Kristur kom til þess að rétta orðið af og koma með þetta nýja fram sem er Nýja testamentið. Sem hans menn, eftir hann er farin, skrifuðu. Og tóku upp sum orð hans sem hann sagði sjálfur og við lesum í Guðspjöllunum. Mikið af þessum orðum sem þar eru beint höfð eftir honum. Kannski hann alltaf átti fullt af fylgjendum sem fylgdi honum bara eftir með lífðu. Kannski punktuður þessi orð hjá sér þar sem hann var að tala og þetta er bara orðið rétt kannski eftir hánum haft. En auðvitað, ég veit ekki hvernig þetta var gert, en ég svona giska á þetta, að menn hafi farið þessa leið að punta hjá sér. Allavega segja þið söguna og sumt sem að Kristur er sagður hafa sagt, ég trúi því að hann hafi sagt þetta með sínu örum, með sinni tungu. Og orðin hafi verið til vegna þess að þau voru skrifuð niður, jafnvel það. En ég er svo sem hefur enga sannanir fyrir því sem ég er að segja hér, en ég giska á þetta. Að ég veit alveg svo nokkurni hvernig menn vinna oft á tíðum. En það fara að styttast í þetta, þetta er fljótt að líða, sérstaklega biblíutími, hann er svo fljótt að líða. Allir mér finnist hann bara ekki svona skemmtilegur, það lítur eiginlega að vera. Það þýtur áfram, hann er búinn að vera að veita af. Hann er samt í 40 mínútur. Hann bara er fastur þar, í svona kringum 40 mínútur. En við segjum þetta bara gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson lokar þessari bók, stillir henni af og gerir hvað? Það sem hann gerir alltaf, snýr sér svona og þú segir hann getur ekki staðið upp núna, það er alveg reynilegt, hann er á feitukallinn, gamall. En hvað, ég ætla nú að sýna og sanna það að ég geta vist. Og ég kveð og verð með annað þátt eftir viku.